Fundur er settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta er fundur númer 154, þennan 19. júní á kvenréttindadeginum, hátíðis- og baráttudegi, og við upphaf hinsegin daga á Norðurlandi eystra. Við erum með 3 varafulltrúa og 23 mál. Fundurinn er haldinn hér í slökkvistöðinni á Húsavík. Fyrst er það beiðnum frá störfum í sveitarstjórn Norðurþings. Númer 2 er Norðurþingkosningin nefndir og ráð til 1 árs og svo framvegis. Mál númer 3 er fundaáætlun sveitarstjórnar. Númer 4 er endurskoðun samþykta. Númer 5 er endurskoðun samþykta sorphirðu. Númer 6 eru heimgreiðslur til foreldra barna á leikskólaaldri. Númer 7 er framkvæmdaleyfi fyrir niðurrif á SR-reitnum á Raufarhöfn. Númer 8 er aðalskipulag Norðurþings 2025 til 2045. Og númer 9 er umboð til byggðarráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar. Þar á eftir koma fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, fjölskylduráðs, byggðarráðs, Orkuveitu Húsavíkur og lokum málum með 23 stjórn Hafnarsjóðs Norðurlands. Og Norðurþings, takk kærlega fyrir, þetta er mál nummer 23, stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings. Herðu, við göngum þá til dagskrár, mál nummer 1 sem er beiðni lausn frá störfum í sveitarstjórn, en fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Eysteini Heiðari Kristjánssyni, B-lista lausn frá störfum í sveitarstjórn og öðrum ráðum Norðurþings, og orðið lausn. Enginn sem vil tjá sig það, þá vil biðja þau sem geta samþykkt þessa beiðni að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóð og ég vil láta tækifærið og þakka Eysteini Heiðari Kristjánssyni fyrir störfi þágu samfélagsins. Við finnum þá í mál númer 2 sem er Norðurþingkosningir nefndir til 1 árs 4 ára tilnefningar á aðalfundi og svo framvegis. En fyrir sveitarstjórn liggur að kjósa forseta, 1. varaforseta og 2. varaforseta, fulltrúa og varafulltrúa í byggðarráð til 1 árs. Sömuleiðis breytingar sem sjálfkrafa gerast vegna þess að við vorum að samþykkja mál nummer 1. Svo er einnig liggur fyrir sveitarstjórn að skipa nýjan fjallskilastjóra hjá Fjallskilafélagi Öxarfjarðar, en Stefán Leifur Rögnvaldsson hefur látið af störfum og forsetið þarf að ná í tölvuna sína. Og hún er komin hér upp á skjá fyrir fundamenn. Það er þá fyrst er forseti sveitarstjórnar verði Hjálmar Bogi Hafliðason, 1. varaforseti Aldi Unnar Traustadóttir og 2. varaforseti verði Helena Eydils Ingólfsdóttir í leyfi Hafrúnar Olgeirsdóttur. Og við höfum þann háttinn á að við greiðum bara atkvæði hvert og eitt fyrir sig. Þannig við byrjum þá bara hérna á þessu með að kjósa forseta og svo förum við í byggðarráð, en þar liggur fyrir að Helena Eydils Ingólfsdóttir verði formaður í leyfi Hafrúnar Olgeirsdóttur, Hjálmar Bogi Hafliðason verði varaformaður, Aldi Unnar Traustadóttir verði aðalmaður, Benóni Valur Jakobsson áheyrnarfulltrúi og Áki Hauksson áheyrnarfulltrúi. Varamenn í byggðarráði verði Kristinn Jóhann Lund varamaður í leyfi Hafrúnar Olgeirsdóttur, Sofía Gísladóttir, Ingibjörg Benediktsdóttir varamaður og þá Rebekka Ásgeirsdóttir og Ingibjörg Hanna Sigurðardóttir áheyrnarfulltrúar. Svo er breyting að lagt er til breyting sjálfkrafa vegna sem samþykktum mál nummer 1 vegna lausnar frá störfum Eysteins Heiðars að varamaður í sveitarstjórn sjálfkrafa verði Stefán Haukur Grímsson. Í skipulag- og framkvæmdaráð kemur aðalmaður Eiður Pétursson. Í stjórn Orkuveitu Húsavíkur verður aðalmaður Hjálmar Bogi Hafliðason og í stjórn Vík HCS verði aðalmaður Hjálmar Bogi Hafliðason. Svo er lagt til að fjallskilastjórar í Fjallskilafélagi Öxarfjarðar verði Emil Stefánsson, Baldur Stefánsson og Bjarki Fannar Karlsson. Orðið laust þessar tillögur allar og svo afgreiðum við hverja og eina fyrir sig. Orðið laust. Enginn sem vil tjá sig það, þá bara göngum við til atkvæða þetta. Fyrst er þá skipan í forseta, forseta, 1. varaforseta og 2. varaforseta. Þau sem geta samþykkt tillöguna gefur merki með þeir réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða.
Skipan í byggðaráð eins og liggur fyrir og farið yfir, þau sem geta samþykkt það, gefur merki með því að rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða og þá sjálfkrafa varamenn í byggðaráð. Svo eru breytingar vegna breytinga á B-lista, þau sem geta samþykkt þá breytingu, gefur merki með því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Það er þá tillaga sem er breyting varðandi fallskilastjóra, þau sem geta samþykkt þá tillögu gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og vil ég þá nota tækifærið og þakka þeim sem er nú að fara frá störfum fyrir sveitafélagið, þakka þeim störf í þágu samfélagsins. Númer 3 er fundaáætlun sveitastjórnar sem tengist umræðin hérna eftir endurskoðun samþykta. En forseti leggur til að ágústfundur sveitastjórnar verði 21. ágúst næstkomandi. Þá gefst nefndum að ráðum svigrúm til að funda að minnsta kosti einu sinni eftir sumarleyfi áður en að sveitastjórn kemur saman og sömuleiðis liggja fyrir drög að fundaáætlun út júní 2026 og orðið laust þetta mál. Engi sem vill tjá sig það, þá vil biðja þau sem geta samþykkt þessi drög eins og líta út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 4 sem er endurskoðun samþykta Norðurþings en fyrir sveitarstjórn liggur til síðari umræðu endurskoðun á samþyktum sveitafélagsins stjórn og fundarsköp. En á 498. fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir tillögur breytingar á samþyktu Norðurþings stjórn og fundarsköp sveitafélagsins og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og með leyfi varaforseta. Forseti, ágætu fulltrúar, samþyktirnar eru grundvöllur allir okkar vinnu og formlegheit og fastheldni geta verið að hinu góða. Vanafesta svona utanum ákveði kerfi til að skapa og halda í stöðuleika. Í samþyktum þá skilgreinum við ferli, stjórnsýslu og setjum skilyrði sem við göngumst undir að fara eftir. Sveitarfélag er sjálfstæð stjórnsýslu eining. Það sem við setjum í samþyktir hefur áhrif á verkefni og þjónustu sveitarfélagsins. Ferli það hvernig ákvarðanir eru teknar, við viljum sjá hvaða framkvæmdir farið í, en leiði viljum við að ferli sé mjög skýrt. Stundum viljum við að hlutirnir gerist bara mjög hratt, helst í gær, og annars staðar viljum við að sé aðeins gefin meiri tími til þess að ígrunda mál, stundum eftir því hvað skoðun við höfum. En samþyktirnar eru nefnilega lykilatriði því hvernig sveitarfélag starfar. Samþyktir sveitarfélagsins hafa tekið ýmsum breytingum síðan 2008 þegar ég satt fyrst í endurskoðunarhópi samþyktirnar. Allar breytingar á samþyktum eigum við að höndla með svona á ákveðinni virðingu, en helstu breytingar núna eru að í 8. grein það hlutverk sveitarstjórnar að gera starfsáætlun á síðasta fundi hvers árs fyrir þá komandi ár. En það er auðvitað alltaf þannig að þegar ein breyting er gerð á samþyktum þá hefur það áhrif sjálfkrafa á aðrar samþyktana. Í 16. grein síðan rafræn undirritun og mögulega erum við að skrifa undir í síðasta skipti með okkar eigin rithönd. Þannig ég vil skora fundamenn að vanda sér sérstaklega þegar ég skrifa undir fundin í lok fundarins. Í 24. grein kveðið á það að aðalmaður hann boði sinn varamann. Að ábyrgðin á því að boða varamann á fund þess fulltrúa sem kemst ekki á fundin. Það er þannig í dag að það sé þú sem aðalmaður lætur sveitarfélagið vita og sveitarfélagið svo boða þinn varamann. Ég vil þá breyta því að það er bara ábyrgð fundarmannsins sjálfs að tryggja þessi varamaður í sinn stað. Og svo eru það breytingar á bara eðlilega nefndum að ráðum eftir í hvað nefndir hætta eða koma einhverja nýjar, svona í samræmi við starfsemi sveitarfélagsins. Og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs
þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt endurskoðun samþykkt á Norðurþings í síðari umræðu og þær taki þá gildi eða verið sendar í stjórnartíðindi og taki þá gildi, skulum við segja, gefum merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við fyrir í mál númer 5 og það er endurskoðun samþykta sorphirðu en á 217. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi drög að samþykkt meðhöndlun úrgangs í Norðurþingi og sveitarstjórn hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, aðeins að gera grein fyrir þessari samþykkt sem hér liggur fyrir á sorphirðu. Þetta heilmikla breytingar sem eru á fyrri samþykkt sem frá árinu 2017 og hún fellur þá bara samhliða úr gildi við samþykkt á þessari nýju samþykkt. En við erum með þessari samþykkt að aðlaga okkur að nýju lögunum hringrásarhagkerfið. Lögin sem tóku gildi í byrjun árs 2023 og eins og kemur fram í fyrstu greininni þá fyrirkomulag söfnunar úrgangs skal stuðla því að markmiðum laga meðhöndlun úrgangs númer 55 frá 2003 Lítur að eiga að vera 2023, já. Og svæðisáætlun á Norðurlands meðhöndlun úrgangs verði náð í sveitarfélaginu þar með talið töluleg markmið endurvinnslu og endurnýtingu. Og það mikið atriði í þessari samþykkt að við megum ekki innheimta gjald á hvernig einstakling nema sem nemur 25% af fastakostnaðinum og til þess að mæta kröfum samþykktarna þá til dæmis að bjóða fólki að sameinast ílát í fjölbýlishúsum. Það hægt og með því móti þá getur fólk náð niður kostnaði með því að sameinast tunnur. Þetta ekki hægt hjá hérna í einbýli en þeir sem að búa í fjölbýlishúsum eiga kost á þessu. Nú eftirfylgni þessara samþykktar verður hjá framkvæmdasviði og kemur líka inn á fjármálasvið út af flóknum útreikningum við álagningu og það þarf að nota haustið núna til að vekja athygli íbúa á þessari breytingu og koma samþykktinni til framkvæmda með álagningunni fyrir árið 2026. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa endurskoðun samþykkt og þær takja þau gildi að gefa merki við því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 6 sem eru heimgreiðslur til foreldra barna á leikskólaaldri en á 220. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið framlengir gildistíma reglna heimgreiðslur 1 ár og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og til upplýsingar eingöngu bara þessa tímabreitingu að ræða, ekki efnislegt innihald, en orðið laust. Enginn sem vil tjá sig það, þá vil biðja þau sem geta samþykkt þessa framlengingu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Skilja, já. Einhverja móti? Hjáseta, skildi ég ekki rétt? Já. Þetta er þá samþykkt með atkvæðum Kristins Jóhanns, Birkis, Ingibjargar, Aldeyjar, Bylgju, Kristjáns Friðriks og Eiðs og Hjálmarsbúa og Benóni sittu hjá. Já, við fyrir þau mál númer 7 sem framkvæmda leyfi fyrir niðurrifi á SR-reitnum. Á 220. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað með vísun í fundagerð 218. fundar ráðsins frá 20. maí 2025. Mál númer 3, málsnúmerið 2025-05-052 leggur skipulags- og framkvæmdaráð til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi fyrir niðurrifi húsana í samræmi við tilboð frá Hringrás EHF og orðið laust. Já, sveitarstjórn hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín.
Forseti, mér langar bara aðeins að gera grein fyrir hérna svona því sem gerðist þarna á milli 218. og 220. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs. En máli kemur sem sagt til út af því að hringrás að svona reikna út hagkvæmni þess að fara eða koma við hér í Norðurþingi með skip og þarf ákveðið magn af málmi til þess að það borgi sig. Og það var farið hérna sveitarfélagið og meðal annars þá skoðuð mjölhúsið á Raufarhöfn og verksmiðjan gamla. Þessari hugmynd var vísað bæði til hverfisráðs á milli umræðina og sviðsstjóra falið að eiga svo fund með áhugasömum aðilum þessar eignir. Og ég satt fund með sviðsstjóra framkvæmdasviðs eða skipulags- og umhverfisins málið með áhugasömu fólki sem hefur hug á að koma upp starfsemi á staðnum. Og það er alveg þannig að það er alveg margar góðar hugmyndir í gangi. Hins vegar þá gáum við þeim svo kost á að koma með erindi þá formlegt að þessu húsnæði yrði hlíft, en það kom ekki. Þá einnig fékk þessi hugmynd jákvæða umfjöllun í hverfisráðinu. Þannig að þess vegna leggur svo skipulags- og framkvæmdaráð það til að framkvæmdaleyfi til niðurrifs verði veitt. Þannig að það er búið að uppfylla allt það sem var óskað eftir á milli funda. Katrín eru lokið máli sínu og orðið er laust. Engi sem vill tjá sig það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þetta framkvæmdaleyfi að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8 sem er aðalskipulag Norðurþings 2025 til 2045. En á 220. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið fellst á tillögu vinnuhóps að úrvinnslu umsagna og leggur til í sveitarstjórn að úrvinnslan verði samþykkt og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Örstuð til útskýringar á stöðunni. Þetta er í fyrsta skipti sem við erum að framkvæma aðalskipulagsvinnuna með þessum hætti og sveitarfélög almennt á Íslandi eins og verið að gera. Það er að segja að draga fram í vinnslu tillögu fullt af hugmyndum, ábendingum og athugasemdum. Kynningarferli á þessari vinslu tillögu lauk og bárust svona efnislega kringu 70 umsagnir og athugasemdir hin ýmsustu mál. Þessi aðferð að gera vinslu tillögu lengir sannarlega ferlið í gerð skipulagsins en mögulega bætir þessi aðferðafræði ferlið og dregur fyrr fram athugasemdir og umsagnir í ferlinu svona stóru myndina. Öll gátu gert athugasemdir við eða gert umsögn skipulagið og munu geta gert það aftur en næsta skref er einmitt að tillaga annað aðalskipulagi sem við vonumst til að ná á fundi sveitarstjórnar í ágúst. Þá geta öll gert aftur athugasemd við skipulagið og sendt inn umsögn sömuleiðis. En hér á þessum fundi erum við bara að samþykkja úrvinnslu, umsagna og athugasemda. Og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það og vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa úrvinnslu við vinnslutillögun og gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í málum með 9 sem er umboð til byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar 2025 en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að veita byggðaráði umboð til fullnaðarafgreiðslu í málum í sumarorlofi sveitarstjórnar og umboðu gildir á til 20. ágúst næstkomandi frá lokum þessa sveitarstjórnarfundar og til upplýsingar þá ná nefndir og ráð og byggðaráð þá að funda vikunni áður og þeim málum er þá vísað til
til hérna sveitarstjórnar þá 20. og 1. ágúst og orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti og sveitarstjórn. Mér langar að byrja á því að óska okkur öllum til hamingju með kvenréttindadaginn sem í dag 19. júní og en sérst árið 1915 þá fengu konur 40 ára eldri kosningarétt og kjörgengi til Alþingis sem vel. Vissulega væri ég ekki ennþá komin með kosningarétt en þetta var stór hluti af frábæru jafnréttisbaráttun sem hefur farið fram á Íslandi. Þannig áfram við. En að þessu máli. Ef að minnið ekki að bregðast mér þá finnst mér eins og við höfum talað í fyrra að byggðaráð hafi haft þetta umboð of lengi. Þannig að mig langar til að leggja til að við breytum því til 1. ágúst. Og það bara aðalega vegna þess að eins og ég hef sagt áður, í byggðaráði sitja eingöngu 3 fulltrúar með atkvæði en í sveitarstjórn eru við 9. Þannig að ég myndi vilja hafa þennan tíma en stuttan og mögulegt og mér finnst alveg ástæða til að hafa bara til 1. ágúst vegna þess að það ekki þörf á því að hafa hann lengur að því oftast líður mánuður á milli sveitarstjórnarfunda. Þannig að byggðaráð að funda hann í lok júlí og ætti geta klárað að afgreiða allt sem kemur eftir það finnst mér að sveitarstjórn ætti að fá. Þannig ég ætla að koma með tillögum að við breytum þessu til 1. ágúst. Ritarið þú væri til í að skrifa það fyrir mig. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið laust. Við leyfum varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Ég skal staðfesta að það minnið hjá Aldey Una Traustadóttur ekki að bregðast. Það alveg hárrétt. Þetta ræddum við einmitt fyrir ári síðan þennan umboðstíma sem að byggðaráð hefur. Alla jafna það þannig að það gerist nú ekki mikið í sumartíman hvorki í okkar stjórnsýslu né hjá ríkinu. Hins vegar þá þetta umboð möguleiki til staðar ef til þess kemur þá hægari vandi til þess að kalla saman byggðaráð heldur en sveitarstjórn og þar að auki hefur það nú verið svo hefð að byggðaráð ekki að afgreiða einhver mál sem eru átakamál eða slíkt heldur eingöngu ef til þess kemur að þurfi að afgreiða einhver mál. Það verslunarmannahelgi seint þennan ágústmánuð og þá gefst vikuna undan þessu gefst ráðum tími til þess að funda byggðaráði sömuleiðis og þeim málum þar yrði þá vísað til sveitarstjórnar sem fundar 20. og 1. ágúst en orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það, þá liggur fyrir tillaga að umboðið sem sveitarstjórn byggðaráð hefur að það veri til 1. ágúst næstkomandi en ekki 20. ágúst. Þau sem geta samþykkt það gefur merki með því að rétta upp hönd. Já, einhver móti. Svo ekki, þá skoðast hún samþykkt með atkvæði Benónís, Birkis, Ingibjargar og Aldeyjar, Kristinn, Bylgja, Kristján, Eiður og Hjálmar sitja hjá. Ljómandi, þá höfum við lokið afgreiðsluliðum og gerum örstutt fundarhlé.
Já, fundi framhaldið í sveitarstjórn Norðurþings og við förum í fundargerðir. Það fyrst fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs, fundir 217 til og með 220, málum 10 til og með 13 og ég vil minna kjörnarfulltrúa að nefna í hvaða fundargerð og þá hvaða liður í þeirri fundargerð fólk vil taka til máls og orðið laust. Enginn sem vil ræða þær fundargerði, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerði fjölskylduráðs, mál númer 14 til og með 17, fundir 217 til og með 220 og orðið laust. Enginn sem vil tjá sig þær, þá teljast þær framlagðar og við förum í fundargerði byggðarás, málum 18 til og með 21, fundargerði 495 til og með 498 og orðið laust. Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Ingibjörg. Forseti og sveitarstjórn. Aðeins að lækka hérna púlti fyrir mig. Ég ætla að ræða mál númer 19, fundargerð 496, númer 1, þar sem að ég ætla að leggja fram bókun. Fyrir hönd vaflista þá mótmælum við þeirri ákvörðun á forföll í 7. til 10. bekk verði ekki leyst á næsta skólaári nema í undantekningatilfellum. Það gengur gegn lögum grunnskóla númer 91/2008 þar sem skólaskylda barna tryggð í 3. grein og sveitarfélögum gert að tryggja samfellda og samþætta þjónustu í grunnskóla í þágu velferðar og farsældar barna samanber 5. grein. Að okkar mati væri eðlilegra að skerða ekki lögbundna þjónustu með þessum hætti, heldur að leita eftir öðrum leiðum til hagræðingar. Og samkvæmt upplýsingum frá Borgarhólsskóla þá mætti til dæmis spara 6 milljónir á ári með því að fella morgumat úr stundatöflu. Slíkt væri ábyrgari og markvissari leið til að verja kjarnastarfsemi skólans. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan fyrsta lið í fundargerð byggðarás númer 496. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarás, þá orðið laust. Já, Katrín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Katrín. Forseti, mér langar til þess að gera að umræðu 9. lið í fundargerð 495. fundar byggðarás. Það vinabæja heimsókn frá Karlskoga í Svíþjóð. Við vorum sem sagt með gesti núna 3 síðustu daga, 16. til 18. júní. Fengum 3 góða gesti frá Karlskoga og vorum með því að endurgjalda góða heimsókn sem að við áttum til þeirra á svipuðum tíma í fyrra. Þá vorum við hjá þeim á þeirra þjóðhátíðardegi og þau komu núna í heimsókn og voru yfir 17. júní. Svona vinabæjatengsl afskaplega mikilvæg. Við áttum góðan fund til dæmis með þeim í gær þar sem við vorum að fara yfir starfsemi sveitarfélagsins okkar og ég framhaldi af þeim umræður áskoranir og tækifæri í rekstri sveitarfélaga þó svo að þeirra sveitarfélag sé mikið stærra heldur en okkar að þá getur maður alltaf lært af svona samtali. Og ég ætla bara að nota þetta tækifæri til þess að þakka kærlega þeim kjörnu fulltrúum og starfsfólki sem að tók þátt í bæði undirbúningi fyrir þessa heimsókn og sérstaklega náttúrulega í viðburðunum sem að boðið var upp á vegna þess að það ekkert gaman að koma í heimsókn þar sem að móttökurnar ekki góðar en þær voru virkilega góðar hjá okkur, fólkið kvaddi mjög ánægt og í heild þá bara lýsi ánægju minni með þennan viðburð.
Katrín er lokið máli sínu þennan lið, orðið þá laust þennan lið. Eða aðra liði í fundagerðum byggðarás. Aldrei gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórn. Þetta er fundagerð númer 497 hjá byggðaráði, númer 6 sem fjallar slökkvilið Norðurþings. Ég ætla að fá að leggja fram bókun fyrir hönd vaflista og ég ætla að lesa hana bara upp. Undanfarið hafa málefni slökkviliðs Norðurþings verið til umfjöllunar. Nú síðast vegna vangreiddra launa til almenns slökkviliðsfólks á Húsavík, Reyðarhöfn, Kópaskeri upp á 20 milljónir. Undirrituð hefur á kjörtímabilinu ítrekað gert athugasemdir fyrir hönd vaflista sem snúa ákvörðunum fjárfestingar og rekstur slökkviliðs Norðurþings. Til að mynda stórfelldar og umdeildar fjárfestingar í búnaði og bílum á meðan fjárfestingar geta sveitafélagsins til annara verkefna hefur verið talin takmörkuð. Þá hefur að minnsta kosti í einu tilviki verið fjárfest í slökkvibíl án lögmætrar fjárheimildar byggðarráðs og utan fjárhagsáætlunar. Á nokkrum árum hefur nú 0,5 milljarði króna verið forgangsraðað fram yfir annað í fjárfestingar, meðal annars húsbyggingar og búnaður til slökkviliðs Norðurþings og sama tíma rekstrarfjármagn verið aukið verulega. Íbúar Norðurþings eiga skýlausa kröfu á það að meirihluti sveitarstjórnar reki sína þjónustu í eldvörnum undir sömu kröfum varðandi vinnubrögð, stjórnsýslu og rekstraraðhald og önnur svið sveitarfélagsins búa við. Að framfylgja kjarasamningunum almenns starfsfólks er sjálfgefið og óviðunandi slíkt sé ekki gert. Undirritaðar telja nauðsynlegt að meirihluti sveitarstjórnar taki ábyrgð á þessum málaflokki og tryggi það með viðeigandi aðgerðum að þessum hlutum sé komið í eðlilegt horf sem fyrst. Og undir þetta rita Aldey og Ingibjörg. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Bara svo það líki alveg skýrt fyrir vegna sem hér á vitna meðal annars í húsbyggingar. Á sínum tíma var ákveðið að reisa hér risastóra verksmiðju. Svo gerist það að verksmiðjan, hún rís. Ein af þeim kröfum sem því fylgdi að reisa verksmiðju var bygging eða uppbygging slökkviliðs. Mjög skýr krafa. Og bara svo það liggi alveg fyrir og fólk átti sig á því sem á þetta heyrir og hlustar, þá sátu fulltrúar Vinstri grænna einmitt í meirihluta sveitarstjórnar, það sem var ákveðið að fara í þessa uppbyggingu. Svo það liggi alveg fyrir. Það er húsbyggingar sem að farið í varðandi slökkvilið sem við einmitt sitjum hér í og fundum í núna. Það var ákveðið af fulltrúum Vinstri grænna á sínum tíma bara svo fólk sé upplýst það. Það sé ekki verið að firra sig einhver ábyrgð á sínum tíma. Að því sögðu þá ætlar forseti að gera hlé á þessu fundi.
Já, fundi framhaldið í sveitarstjórn Norðþings. Vegna þessa máls við erum að ræða, nú man ég það ekki, tölvunni. Við erum að ræða, við erum í lið 20, byggðar á 497 í lið 6. Og í kjölfar þess að vilja undirrituð leggja fram bókun sem ég sendi ritara hér eftir skamma stund. Árið 2013 kom út skýrsla endurskoðun og uppbyggingu slökkviliðs Norðþings. Þá var komin veruleg viðhaldsþörf á endurbætur og á búnaði og húsnæði. Vegna uppbyggingar á Bakka eru kvaðir á sveitarfélaginu að byggja upp slökkvilið og veita slökkvið þjónustu. Það var gert með samþykki allra framboða á sínum tíma þar sem Vinstri grænir voru meðal annars í meirihluta. Uppbygging slökkviliðsins hefur verið kostnaðarsöm frá árinu 2013 og það hefur leitt til þess að slökkvilið eitt best búna slökkvilið landsins sem við erum stolt af og orðiðlaust. Aldrei hefur beðið morgun gjörðu svo vel, Aldrei. Forseti, takk fyrir þetta. Varstu búin að skrifa bókunin þarna? Nei, ok. Allavega svona það sem ég tók út úr þessu þá vildi ég bara koma því fram að það sem ég var að telja upp áðan, þessi hlutir sem búið að gera, þetta eru vissulega bara allt hlutir sem búið að gera og gert á síðasta kjörtímabili meðal annars. Og ég vil bara ítreka mikilvægi þess að ná betra utanumhaldi málaflokkin. Það margt fínt búið að gerast en margt vont búið að gerast líka og vildi ég leggja fram þessa bókun til að koma okkar sjónarmiði fram. Það sem skiptir mestu máli mannauðurinn, starfsfólkið okkar. Það þarf að halda vel utan það, það þarf að hlusta. Við getum verið öllum fínustu tækjum og tólum búin, en ef við erum ekki með mannauðsmálin á góðum stað, þá skipta ökutæki og húsnæði engu máli. Við þurfum fólk, þjálfað fólk sem við berum virðingu fyrir og sem upplifir sig sem heildarsveitarfélaginu til að búa til gott slökkvilið. Þannig að áfram gakk, borgum fólki laun samkvæmt kjarasamningum og höfum samningana okkar á hreinu. Það það sem mikilvægast. Takk. Aldrei hefur lokið máli sína orðiðlaust. Þennan eða aðra liði í fundagerðum Biðrás. Katrín hefur beðið morgun gjörðu svo vel. Katrín. Það forseti góður. Ég ætla að taka til máls undir byggðarráðsfundagerð 497, 20. liður. Ósk umsögn umhverfismatsskýrslu vegna kerfisáætlunar Landsnets 2025 til 2034. Frá því að þessi kerfisáætlun kom til umsagnar þá var búið að vera mjög mikil umfjöllun stöðu raforkumála í landshlutanum hjá okkur. Og það eiginlega skrítið eftir því sem meira rætt þeim mun ofta rekum að segja á að það ekki samtal á milli eins og Landsnets og Landsvirkjunar. Menn ekki sammála hvað það mikla greiningar í kerfinu til átt að segja á hvað mikið laust og hver flutningsgetan og slíkt. Við erum búin að funda núna, allir sveitarstjórar á SSNE-svæðinu áttum fund með forsætisráðherra á miðvikudaginn í síðustu viku. Þar sem vorum svona að fara fyrst og fremst yfir orkumál og atvinnumál. Og skildum eftir hjá forsætisráðherra áhyggjur okkar af stöðunni. Fengum mjög góða áheyrn hjá henni og væntum þess að þessi mál fari í betri farveg. En umsögnin okkar sneri eins og þið viti fyrst og fremst að stöðu landshlutans og það þá kannski fyrst og fremst bara vönduninni á orkuflutningi á milli Silfurstjörnu eða Kópaskers og Vopnafjarðar til að tryggja bara atvinnulíf og líf íbúa á þessu svæði en einnig að tvítengingu á Bakka
við erum búin að reka okkur á það í þessum þreifingu sem við höfum átt við Landsvirkjun og SSNE gagvart uppbyggingu gagnavera á þessu svæði, að þarna bara flöskuháls, að ef að það ekki hægt að tryggja það að það sé stöðug orka til gagnavera, að þá eigum við minni möguleika á uppbyggingu slíkra atvinnutækifæra. Og já, við höfum komið þessu sem sagt vel á framfæri. Við erum ennþá í samtali, við erum að fara að fá núna, það sem sagt búið að skipa stýrihóp úr 5 ráðuneytum í kringum Bakka, ekki bara PCC og fyrirhugaða rekstrarstöðun, heldur í kringum bara uppbygginguna á Bakka. Stýrihópurinn tekinn til starfa, hann átti fyrsta fund á mánudaginn, ég held að það átti að funda aftur í þessari viku og stefna síðan á að koma í heimsókn til okkar á þriðjudaginn í næstu viku og eiga með okkur fund. Mér minnir að fundurinn með okkur, sem þá þeir sveitarstjórnarfulltrúar sem komast, að hann að mér minnir á milli 11:30 og 13:30, eitthvað slíkt. Ég sendi ykkur það eftir hennar fund. En við þurfum að vanda virkilega vel þær upplýsingar og gögn sem við erum að gefa þessum stýrihópi. Við höfum þegar sendt honum svona það sem að við eigum í handraðanum og höfum verið að vinna úr gagvart þessari fyrirhugðu rekstrastöðum. Einnig bara deiliskipulagið okkur fyrir Bakka og vinnuna sem Karen lagði að mörkum sem verkefnastjóri á síðasta ári og árinu þar á undan. Og síðan vantar okkur líka aðeins frekar bara upplýsingar þau verkefni sem við erum í samtali núna og innviðina sem að þeir krefjast. Katrín hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan 20. lið í fundargerð Byggðarráðs. Eða aðra liði og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágætt að sveitarstjórn, það liður 4 í sömu fundargerð 497. Þegar draga á rekstri og umsöfum, en það alveg ljóst að tekjur sveitarfélagsins munu draga saman á næstu mánuðum og fyrir það þurfum við að undirbúa okkur með ýmsum hætti, hagraða, auka tekjur, líta inn á við og skoða öll möguleg fjárhagsáhrif. Við þurfum að vera eins sjálfbær og nokkur kostur í gegnum þetta tímabil sem við vonum auðvitað að verði stutt og hafa trú á því að auðlindir svæðisins og möguleg atvinnuuppbygging taki aftur við sér. Þá samstaða í sveitarstjórn og samfélaginu öllu mjög mikilvæg. Við þurfum að gera skammtíma og langtíma áætlanir af yfirvegun og þekkja stöðuna sem við erum í. Að íbúar sveitarfélagsins finni sem minnst fyrir þeirri niðursveiflu sem liggur fyrir. Áhersla okkar hefur verið og enn börn og ungmenni og fjölskyldur þeirra. Við þurfum að finna jafnvægi því hvar má hagraða, auka tekjur og rýna í það þjónustu sem við veitum. Að hagraða ekki og of svo það bitni á gæðum þjónustunar. Leið tækifæri til að líta inn á við til að undirbúa framtíðina. Sem sagt, tekjuflæðið að fara að draga saman og það mikilvægt að grípa til aðgerða til að forðast að þurfa að skerða þjónustuna. En það eru ýmsar fjárhagslegar áskoranir framundan og við þurfum að leitast við að hagraða innan 160 milljónir króna á ársgrundvelli, 87 á velferðarsviði, 12 milljónir vegna funda hjá nefndum og ráðum og 30 hjá bæði höfnum og slökkviliði. Auk þess að falla frá fyrirhugðum kaupum á dráttabát og stærri malbikunar framkvæmdum. En við erum að byggja félagsmiðstöð frístund á Húsavík. Nýlega var lokið við að setja upp nýtt gervigras á efra knattspyrnusvæðinu á Húsavík sem ein stærsta einstaka framkvæmd í seinni tíma hjá sveitarfélaginu. Auk þess að byggja upp stúku. Það stefnir í uppbyggingu á hjúkrunarheimili og lengingu á þvergarði og suðurgarði sem mun skapa umsvif. Við leggjum áherslu á að leita leiða til þess að auka tekjur og setja meiri þunga í atvinnuuppbyggingu til þess að nýta auðlindir, skapa störf og standa undir velferðinni í okkar öfluga samfélagi. Og hér eru mikil tækifæri sem á að nýta öllu samfélaginu á Íslandi til heilla. Við erum þess vegna bjartsýn á eigin samfélag og höldum áfram að byggja upp. Og ég ætla að vitna í okkar góðu vini frá Svíþjóð sem dáðust af því í ekki fjölmennara samfélagin sem telur 3000 einstaklinga
þar sem öll þessi tækifæri eru til staðar, öll þessi þjónusta sem er bara frábært, og við erum að halda áfram að byggja upp. En orðið laust þennan lið. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, þá förum við í fundargerð Orkuveitu Húsavíkur, fundunum er 267 og orðið laust þessa fundargerð. Enginn sem vil ræða þá fundargerð, þá förum við að lokum í mál nr. 23, stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings, fundunum er 33 og orðið laust þá fundargerð. Enginn sem vil ræða þá fundargerð, þá telst hún framlögð og við höfum tæmt fundardagskrána og förum í það að lesa upp fundargerð og við biðjum varaforseta að fylgjast með. Fyrsta mál er það bara beiðnum laust frá störfum, það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 2 var kosning í nefndir og ráð, kjör forseta samþykkt samhljóða, byggðarráð samþykkt samhljóða, svo er það skipan í skipulags- og framkvæmdaráð, stjórn Orkuveitu Húsavíkur og Vík HCS, það er samþykkt samhljóða. Svo er það fjallskilastjórar, það er samþykkt samhljóða. Fundaáætlun sveitarstjórnar Norðurþings er lögð fram og hún er samþykkt samhljóða. Endurskoðun samþykta, þar tók Hjálmar til máls og hún er samþykkt samhljóða. Endurskoðun samþykta sorphirðu, þar tók Katrín til máls og hún er samþykkt samhljóða. Mál nr. 6 eru heimgreiðslur til foreldra barna á leikskóla aldri. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum en Benóný satt hjá. Þetta er rétt, er það ekki? Svo er framkvæmdarleyfi við niðurrif á SR-réttnum, þar tók Katrín til máls og það er samþykkt samhljóða. Svo er aðalskipur á Norðurþings, þar tók Hjálmar Bogi til máls. Já, og það er samþykkt samhljóða. Umboð til byggðarráðs, þar kom fram breytingartillaga að verði umboðið gildi til 1. ágúst en ekki til 20. ágúst. Sú tillaga er samþykkt í 4 atkvæðum, aðrir sátu hjá og Aldi og Hjálmar tóku til máls. Já, þetta er bara 4 atkvæði. Herðu, nei, það vantar smá stafsendingaveilla, takk fyrir það. Fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs lagðar fram án umræðu, sömuleiðis fundargerðir fjölskylduráðs. Í fundargerðum byggðarráðs, mál nr. 20, fundargerð nr. 497. Þar tóku til máls undir 6. lið Aldey og Hjálmar og þar eru lagðar fram bókanir sem ég ætla að hlífa okkur við að lesa. Svo er 20. liður, þar tók Katrín til máls og 4. liður, þar tók Hjálmar til máls. Ég er að gleyma Vinabæjar, er það ekki? Afsakið. Það er undir 18. lið í fundargerð byggðarráðs nr. 495, Vinabæjarmót Karlskóga. Þar tók Katrín til máls og það var þá Orkuveita Húsavíkur og stjórn Hafnarsjóðs lagðar fram án umræðu. Eru athugasemdir við fundargerðina? Svo er ekki. Þá skoðast hún bara samþykkt framlögð og ég óska kjörnum fulltrúum gleðilegs sumars og njóta þess sem að Ísland eða aðrir hlutar heimsins hafa upp á að bjóða. Gleðilegt sumar. Fundi slitið.